Húsgögn Skeifunni 10. Komið sæl, það nú svona svolítið lægða súpa hérna í kringulandi og sérstaklega nú sunnan og vestafið þessum töluðum orðum og svo önnur sem komin hérna milli Íslands og Noregs og ef við horfum síðan á þróun á henni að þá svona þær snúa svolítið sjálfan sig þessar tvær hérna suðvestur af landinu og þessi mun nú ekki hérna suður í hafi mun nú lítil áhrif hafa hjá okkur og svo veikist sú sem var hérna milli Íslands og Noregs og komin hérna langleiðina norður undir Svalbarða. Þannig að en svona annað kvöld að þá það svona hægt og bítandi að síga og fara austur fyrir land. En ef við lítum þá á hérna þróunina í kvöld og kvöldnótt og í fyrramáli, við sjáum þessi rigningaskil sem gáfu nokkuð góða rigningu hérna á suðvestanverðu í dag, að þau skil svona óðum að fara yfir og svona nutta sér yfir landið í kvöld og í nótt. Og það mun rigna einna mest hérna á norðanverðum Vestfjörðum. En hádegi á morgun þá staðan líklega eitthvað þessu líka, þau verða líklega ekki komin alveg norður af, þannig að þau liggja svona yfir svona á Annesjónum fyrir norðan og svo yfir mest öllum Vestfjarðakjálkanum. Skúraleiðingar í öðrum landslutum og svona hitinn á þessu 9 til 12-13, kannski upp í 15 stig þar sem best verður. En þokkalegasta veður, það fylgir svona nokkuð ákveðin norðaustanátt í skilunum en mun hægari vindur í kjölfar þegar þau komin yfir. Ef við lítum síðan þá áfram í hvernig þróunin þá yfir til laugardags, að þá kemur hér upp lægðabóla hérna fyrir yfir austanvert landið og það bætir nokkuð ákveðið í úrkomuna tíma þar og síðan þetta svona, og svo fer hún norður fyrir land og kemur svona í humátt aftur næstu inn á Húnaflóa, þannig hún ýtir hérna úrkomubakka aðfaranótt laugardagsmorgun inn á norðvestanvert landið og það mun rigna eitthvað fram eftir laugardegi en svo styttur upp þegar líður á daginn. Skúraleiðingar áfram það helst hér á Austurlandi og Austfjörðum sem verður þurrt og bjart og hitast í svona svipað, kannski ívið svalara heldur en var eða verður á morgun en ekki neitt svona það engar stórar breytingar hvað það varðar. En síðan aftur á móti kemur síðan í ljós að á sunnudag að þetta alveg splunkun í spá, þannig að hún gerir ráð fyrir spár, það gerður ráð fyrir í dag að það yrði þurrt meiri part sunnudags en nýjasta spáin gerir ráð fyrir að þessi skil komi hér inn bara seint á laugardagskvöld aðfaranótt sunnudags, fyrst hér austast og fara svo yfir landið og það svona þéttings norðaustanátt með því líka sérstaklega undan skilunum. Síðan verður það nú hægari þegar þau fara hjá aftur en þetta svona það nýjasta sem við höfum fyrir sunnudag. Við skulum þá líta yfir til Evrópu og við sjáum þá helst að það nokkuð ákveðin úrkomubakki hér yfir Suður Svíþjóð og svo þessi bakki hér yfir Ölpunum sem svona hægri leið austur úr en hérna austast og syðst í álfunni hins vegar blíðskaparveður og hiti svona öðru hvoru megin við 30 gráðurnar og sama að segja Ítalíuskagann, Suður Frakkland. Það aðeins skýjaðar á Íberíuskaganum heldur en verið hefur en hitatölurnar áfram mjög góðar, svona og yfir 30 gráður mjög víða. Þannig það bara ljómandi blíða. Við sjáum síðan í skilin á lægðinni sem var hér langt suður af landinu og þau þarna, sú stefni líklega hér inn á Biskajaflóann og inn í Frakkland þegar framlíða stundir. En á Kanarí á morgun norðaustanátt og víða bjart léttskýjað, hitinn svona 25 og upp undir 30 stig. Þannig að það bara rjóma blíða og svo ef við höldum áfram vestur haf þá lægðin áfram hér við milli vatnanna miklu og Hudsonflóa og gefur úrkomu þá í Kanada. Nokkuð svona, hún kannski farin að draga svona, hún farin að veikjast álítið. Yfir Flóridaskaganum hins vegar áfram þetta úrkomusvæði og þrumur og eldingar á Miami og svo svona skúraleiðingar nokkuð víða. Fellibylurinn Lorena, hún aðeins farin, Lorena ætla ég nú að hafa sagt, aðeins farin að veikjast og að fer inn á land í nótt og í fyrramálið og heldur síðan áfram að veikjast og fer þá niður í trópískan storm þegar líður á. En annars svona skúraleiðingar nokkuð víða, hitatölur svona í nokkuð eðlilegu samræmi miðað við árstíma, þannig að það svona ekkert mikið meira það að segja. En við skulum þá láta staðan í kvöld. Verið sæl.